There's one thing she don't need is another hungry heart to feed into. People, don't you understand? The child needs a helping. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads? Góðan kvöldi, kæra áhorfendur og velkomin á Tómasnáðvöllinn á Leiknis og Gróttu. Við byrjum að fara yfir liðin gestina. Númer 1 í markinu Rafael Danielsson, númer 2 Arnar Þór Helgason, númer 3 Arnar Þór Gíslason, númer 5 Patrik Orri Pétursson, númer 8 Tómas Jóhannesson, númer 14 Arnór Pál Hafsteinsson, númer 19 Kristófer Neðstedt, númer 21 Hilmar Andrew Marseille, númer 25 Valþór Már Mikaelsson og númer 26 Arnar Daniel Aðalsteinsson og númer 28 Aron Bjarki Jósefsson. Þjálfari Gróttu Kristófer Arthur Brasel. Og þá aðliði heimamanna, númer 1 í markinu Viktor Freyr Sigursson, númer 3 Ósvar Jarl Traustason, númer 5 fyrirliðinn Daði Bærings Halldórsson, númer 6 Andi Hóti, númer 8 Árni Elvar Árnason, númer 9 Róbert Hauksson, númer 23 Arnór Ingi Kristinsson, númer 30 Davíð Júlían Jónasson, númer 45 Róbert Kvartal Árnason, númer 67 Ómar Sói og númer 88 Sindri Björnsson. Þjálfarar Leiknis eru Vigfús Arnar Jónsson og Halldór Geir Heiðarsson. Dómari í dag er Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson og aðstoðardómarar eru Guðmundur Ingi Bjarnason og Egill Guðvarður Guðmundsson. Eftirlitsmaður KSÍ er Halldór Freyðfjörð Jóhannesson. Áfram Leiknir! Tírin. Hey. AD, Curry, switch on. AD, this side, other side. AD, come round. On! Go! Hey! Step in, AD. Higher. Volley deeper. Deliver. That's 88.
Organise! Organise, Bomber! First to the ball! Bally, switch on! Bally, switch on! Tommy, switch on! Paddy, higher. I'm the head of him, boss there. Bally! 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 Back more. Back, Bally, back. back more. Good. One, good. Good Hold, stay, hold, so, hold. forward, Bally! First to the ball! First to the ball! Right, second phase! Second phase! Away! Away! Go Bomber! Second ball! Second ball! No turn! No cross! No cross! Melt! Good Melt! Melt, brilliant! Let's go! Up! 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 Slide, slide! Organise! 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 Nice and compact! Nice and compact! Organise! Now up, 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 up! Easy, Bomber, easy. Yeah, tight, tight, tight. Tight. Easy, hold, hold, hold. Okay, Tommy now down in between. Bomber go up. Yeah. Andy now down. Slide. Paddy up. Hold. Bomber stay up. Bomber stay up. Tommy slide. Tommy slide. Hey, wake up. Yeah, you gotta be tight. Yeah, you gotta be tight. Line up, fast front. Line up, fast front. Organise! Aaron, organise! High line! High line! How far? High! Higher. Stay, stay! Head to the box, head to the box! Everyone, Numi, come across! Stay on Numi! Stay, Numi! Stay, Numi! Stay! Organise! First to the ball, first to the ball! Away, away, away! Second! Ade, switch on here! Volley hold. Tommy, get ready! Switch on, Tommy! Switch on, Tommy! Switch on! Numi, switch on! Switch on, face it! Away! Brilliant, up! Up! Numi, recover! Let's go, Andy! Get inside, 88. Get inside. Yeah, organise! Down, Tommy! Down! Well done!
Fara með honum, Hilmar, fara með honum! Hilmar! Ómar, Kári, komur í alla harðstunduna. Já, Kári. Kventan. Komi, þú verður að slæta með að fara til vinstri. Valley, Valley, Valley. Your man, Valley. Valley, hold. Addy, half and half, be aware behind. No down. Manny, stay tight. Only one challenges. Talk. Yeah. Kventan, klára sig framan eða Sindri. Hey! Tommy, run, here, yeah. Jónkuður, Kventan! Día, Davíð! Nú eru við komnir inn og hérna kemur þetta. Sér það hvað núna eða? Ok, en þarf að íta þannig takkið verið grænn eða ekki? 18! Deliver the ball! Addy, go up more. Valley! Let's go tight! Addy, wake up! Yeah! Tommy, slide! Jú, komið sælir, áhörundu góðir, örlitlir, tæknilegir örlitlir sem voru að sér stað hérna. Biðjumst afsökunar á því, það er Jóhann sem að heilsar og ætlar að lýsa þessum leik. Með mér er að sjálfsögðu spretthlauparinn Geði. Nýkominn úr frasmæðin, bara í dag, það ekki? Við vorum bara að landa, við vorum að missa náttúrulega úr hvítu tjaldi, hann er búinn að vera þar síðan á mánudagsmorgun. Bara vertu velkominn. Það er takk, Mr. Jóhann Helgi. Og við erum búin að fylgjast með Leiknis og Gróttu. Það eru gróttarar sem eru með boltan. Gróttarar segi ég, það eru gróttumenn. En maður er einhvern veginn alltaf að hugsa þróttarana. Já, sína. Já. Fastir í haustum á mér. Jú. Það er alltaf þínu menn. En það er búin að vera svona ágætilegur hingað til. Jú. Hann er búin að vera fínn. Já, góðs. Grunnbúður Breiðholt. Jú. Það er náttúrulega, Já, við þurfum að byrja þar. Grunnbúðirnar, við værum fyrir utan Æsland í Arnarbakkanum. Já.
Það er ekkert grín. Þetta bara einfallega tekur tíma að venjast að komast upp í þessa hæð. Og þið spurðu hvernig vitið að þetta séu 93 metrar. Jú, ég mældi það sjálfur fyrir leik. Varstu á málbandinu? Nei, ég var ekki á málbandinu. Ég var með hæðarmæli sem ég keypti í GG Sport í vikunni. Kostaði 899.000. En ég bara einfallega þurfti að komast að þessu. Hversu mikil raunverulega hæðin væri. Til þess að bara gera mig grein fyrir þessu. Já, ég var búinn að mæla það, það er ekki bara spurt mig sko, en það er svo það er. Já, það er svona, þetta er allt á netbyrjum. Já, það er svo, hjá þér. Já. Gróttumenn dansa með boltan fyrir utan teginn. Þeir eru hættulegir í þessari stöðu, er það ekki, Patrik? Jú, þeir eru það. Kemur boltinn fattur inn, en... Í sínum eigin vítateg. Já, það er hættulegastir. Já. Nei. Róbert Hauks vinnur boltan. Virkilega vel gert hjá honum. Sprækur leikmaður. Hversu ótrúlega heppnir áhorfendur eru að fá að fylgjast með þessari útsendingu með æsufellið í bakgrunn. Já, þetta er ótrúlega. Þetta er náttúrulega engin eðlileg sýn. Ekkert eðlilegt vallastæði sem við höfum hérna í Breiðholti. Líka þessi hiti sem er upp í Hálofsson. Það eru 21 gráða á mælinum. Alla annað eins hefur sést. Ég er að fá skilaboð í eyrað. Það eru 13 gráður niður við sjó á Seltjarnarnesi, í sjávarplássunni. Það er 13 stiga hiti í Seltjarnarnesi. Já, það er alveg byrningsrók það. Það er hálfgólan góða. Arnar Númi, hann vinnur boltan af Róberti. Róbert biður aukaspyrnu, ekkert þar. Mér finnst þetta nú ekki aukaspyrna. Gróttarar, þeir eru með boltan. Hár bolti sem ratar ekki á Samherja. Sindri kemur með frábært bolt. Róbert tæpur að ná þessum. Þetta var frábærlega spilað hjá Sindra og Róberti. Róbert skammar Sindra á eitthvað til síns máls. Sindri verður bara að spilna þessum boltum betur. Verður að gera betur þannig að þessar stöðu. Rafal með boltan í marki Gróttumanna. Það er auðvitað gaman að segja frá því þegar maður hefur verið að koma á trillunni að höfninni í Seltjarnarnesi, haldandi að maður geti fengið að landa þar. En einhvern veginn alltaf fær maður bara þau skilaboð, þetta er bara eitthvað svona smábátabryggja. Já, þeim hjólabátar og árbátar með vilja gera. Já, það er náttúrulega hálfpartinn grátbroslegt að kalla sig sjávarpláss en vera ekki með almennilega bryggju til að landa á. Það vísa eitthvað tíma, við ætlum að landa. Vísa alltaf bara, nei, farðu bara í þetta bæjarfélag, Já. Það er hægt að hlæja þessu. Já. Það er slett það. Og fara í síðustu hérna tölfræði hjá okkar mönnum hérna í... Já, hvaða, svona meðan við bíðum eftir að Daði taki þessu aukaspyrnu, hvaða tölfræði er það svona helst sem stendur upp úr hjá Leiknismönnum? Ég kíkti þér í dag og eina sem ég sá bara 5 in a row. Já, tvöfalt það? Já, bara win. Já, ok, býtu. Win. Já, býtu, Leiknir, þeir eru bara búin að vinna 5 í röð. Já, ég sé hann með strax. Og? Ef þið meðbyrði með okkur í dag, þá er það 6 in a row. Það er því mikið að starfa því. Hann hefði átt að skjóta þarna, markið stóð opið. Sjáum núna koma Gróttumenn á keyslunni. Gróttan. Þeir geta refsað svolítið. Eftir þessu umferð, þá myndi ég segja að línur fara svolítið að skýrast. Það má samt alveg benda á það, þannig að þetta verður að tala um tölfræðina, að ef að Leiknir hefði unnið þennan leik á móti Fjölni, þá væru þeir núna með 7 í röð og það eru að ekki 8. leik og fyrir utan það að ef þeir hefðu unnið síðustu 5 leikina á undan, þá væru þau með 12 sigra af síðustu 12 leikjum. Já. Ég er bara með snillingin að hérna. En Gróttan, þeir eru í síðustu 4 leikjum búin að tapa 3 og gera 1 jafntefli. Gerðu jafntefli við
afturöldinguna. Já, já. Taka stiga þeim. Svo töpuðu þeir heima á móti Ía. Hvernig var, Ía var að tóka móti Leikni daginn, eða ekki? Jú, við vorum útivöldu þá. Já, hvernig enda hann? Hann endaði með afhróði. Nú? Skagamanna. Skagamanna? En nú, þessi leikur virðist vera að fara svo jafnt að stað. Ég held kannski að sá leikur hefði farið eitthvað svipað og Ía Grótta. En eins og við segjum, hver leikur á sitt eigið líf? Það er rétt hjá þér. Takk kærlega fyrir þetta, Patrekur. Hver leikur á sitt eigið líf? Þannig að það er ekkert hægt að vita. Nei. Það myndi ég að leikni. Við sjáum Gróttumenn þeir dansa með boltan. Spinna honum laglega á milli sín. Rafal með fast bolt sem Arnar Þórun er að skalla. Viktor eins og kongur í ríki sinu inn í tegnum. Já. Þú mátt alveg fá þetta vínabröðin sem eru rámaði. Takk fyrir. Þú horfður svolítið með gómsendar eigum á það. Takk fyrir kærlega. Bara veist það, máttu alveg fá það. Og þú mátt líka alveg gefa með þér af þessu Lionbarri sem þú ert búin að kjása á. Sjá Sindri slappin í gegn. Sindri Björnsson. Svo tæpur. Gróttumenn með boltan. Og Patrekur er að fá hann er að fá Tinder notification. Nei, þetta var SMS. Hinn eru tilbúinn á slæginu 20:00. Nei, mér í hálfleik held ég bara. Já. Sjáum Ómar Só, hann keyrir inn á teginn. Fast skot, en fer af Gróttumanni og aftur fyrir. Og munum með þetta hvernig fór síðast hér á Leiknisvellinum þegar Leiknismenn fengu hornspyrnu. Já, ég var ekki í þeim leik, Nei, þú varst ekki hér. Átti hornspyrnu, Hjalti sem er ekki að spila hér í dag, hann er haldið til Bandaríkjanna. Bolti fyrir Ómar Só, skalli, mark. 1-0 sigur. 95. Takk. Róbert með hornspyrna. Skalli fram hjá Andy Hodi. Sprægur leikmaður þar að verða. Efnilegur, útvitað eins og svona. Já, við erum með frábæra leikmann í honum. Við erum með svolítið mikið á gamlum útvitað eins og svona hérna inn á það ekki. Jú, það má. Já, mögulega. Já. Nei, þeir eru farið. Hjalti er ekki hérna. Hjalti er ekki hérna, nei. Sjáum Gróttumenn þeir keyra völlinn og brotið á Gróttumanninum. Þetta var verðskuldað. Verðskulduð aukaspyrna, það áttu hann að skilið. Þetta var ekkert endilega verðskuldað að brjóta á honum. Boltinn fyrir. Daði skalla frá. Boltinn út á kantinn. Arnór fær boltan. Og boltinn fyrir aftur fyrir endamörk markspyrna sem að Viktor fær. Sem Kristoffer hann spilaði á Leonidas. Daði Júlían allt í öll á miðunni. Allt í komin á Ósvald að sjálfðu sem maður. Berum við mikla virðingu fyrir því. Hann er eflaust bjartsýnn fyrir tímabilinu. Sindri tæpur að komast inn í boltan. Hann eldir hann upp í Gróttumanninn og rífur í öxl hans. Ég er þetta aldrei. Hann nú með þessi bolt fyrir Robert Kvendal sem á góðan bolt á Davíð Júlían. Davíð Júlían auðvitað að spila á miðsvæðin í dag eftir að Hjalt erlendis í nám. Sem á Róbert gefur hann á Sindri Björns með klaufalegan bolta. Hvað er þetta? Þetta er óalgengt að sjá frá Sindra Björns. Ég held að hann hafi verið í eiginu síðan. Mætti halda það, en hann var það ekki. Ég get staðfest það. Já, ég veit það. Hann tjaldaði fyrir utan Nóa Sirius verksmiðuna. Já, var hann þar, já. Hann tjaldaði það fyrir utan það ekki. Og lá bara í súkkulaðinu.
Sjáum gott að með þeir halda boltanum. Get it down, Andrei! Góður bolti upp miðuna sem... Og þeir eru brjálæðir, þeir vilja aukaspyrnu en fá hana ekki. Davíð Óli með boltan. Hann er lunginn með boltan. Keyrir upp. Hann er komin upp að vítateig, gefur Ómar Só en tæpur bolti. Gróttumenn ná þessu. Maxiðin fellur en ég gat ekki betur séð en að boltin hefði verið þarna á milli. Ekkert skot, Leiknismenn heimta hornspyrnu. Ég gat ekki betur séð en að markmaður Gróttu, Rafal, hafi ekki snert boltan en ég skal ekki segja. Einstakur leikur. Sem á sitt eigið líf. Sjáum Árna Elvar. Hann stillir fyrir hornið. Gefur með boltan inn fyrir. Skalli en Gróttumenn vel á verði. Hreinsa í ekki neitt. Nei, þeir eru svolítið góðir í. Hilmar, stay in! Hilmar, stay in! Hilmar, stay in! Let's go, Andrei! What is it? Chain right, yeah! Chain right! Let's go, Bomba! Give him that, Bomba! Þessu stundina. No cross, no cross, no cross! Nothing through, man! Nothing through! Sjáum Sindra. Og Ómar Só gott í slána. Tæft var það. Ég ætla að vera fyrir okkur í dag. Það virðist vera. Róbert með boltan. En boltinn út í innkast. Við sáum það einmitt bæði á móti Þór og á móti Þrótturum að menn vilja sækja svolítið í innkastin. Janne Björnaldi. Já, menn vilja svolítið spila upp á að reyna að ná innkastin og kasta sér upp völlinn frekar en að spila sér upp völlinn. Það er eins og þeir sem búin að æfa þetta tíma. Það myndi segja það. Það var bolt sem minnst í leik. Þeir vilja bara fá hvíldina. Súrefnið er greinilega að fara með á þeim. Það mætti vissulega halda það. Liðin eru að sækja hvíldina með að setja boltan út. Já, liðin eru að því. Nú sjá, Daði með boltan. Okkar fyrirliði. Okkar fyrirlið, vissulega. Eða fyrirliði Leiknismanna. Já. Og fyrirliði Breiðholts. Fyrirliði Breiðholts, rétt. Í rauninni bara frábær leikmaður fyrir okkur hlutlausu. Já. Sjáum Ósvald, Arsenal-maðurinn. Þú ert Arsenal-maður eða? Ég er inn á sjálfsögðu einu hlutlausu. Sjáum Davíð Julian, hann keyrir upp. Chris Brassel, ekki alveg sáttur. Language, takk, segjum við bara. Gróttumenn með boltan. Sindri, sjáum Sindra. Já, Hann er svo reynir að rakettan inn á. þræða hann í gegn. Hann er svo rakettan inn á. Já. Hvað, þetta er grútlegt að sjá. Þetta. Ha. Við hefum bara styðja. Já, maður verður að gera það. Já. Gróttumenn spila á milli sín í vörninni, við höfum séð það áður. Þetta er þekkt stef hér í þessum leik. Það er ekkert leikplan á hann.
Gróttumenn hafa lagt þennan leik upp á því að spila sín á milli. Jú, jú. Já, já. Sjáum Chris Brazzell, hann stendur úr fyrir bóðvangin með annan fótinn. Hann vill greinlega fá breiðast á sig. Enn og aftur er hann að fara á það svæði sem hann má ekki stíga á. En hann er kominn aftur inn í bóðvangin. Gróttumenn með kastið. Langt innkast. En leiknismenn bæja hættunni frá. Gróttumenn aftur með innkast. Langt innkast inn á teginn. Ómar Sóir í boltanum. Gróttumenn á skallan til lausitegnum og leiknismenn bæja hættunni frá. Vel varist. Já. En Árni Elvar liggur eftir í tegnum og hann heldur utan hausinn. Hver eru þín fyrstu viðbrögð á þessum meðslum, Patrik? Ég held að það sé bara að það með höfverk eftir síðan ekki. Það er svoleiðis? Nei, ég veit það ekki. Nei. Var hann með Sindra? Nei, jú, í útilegu? Nei, jú, hann var upp í tjaldinu síðan. Með Sindra. Já, já. Nei, ég veit ekki, ég sá þetta ekki, þetta fór fram með mér. Nú, já. Kemur fyrir á bestu bæjum. Jú, jú. Minnum auðvitað á það að Gróttumenn, þeir voru í Breiðholts grunnbúðunum til að undirbúa sig andlega og líkamlega fyrir þennan leik. Þeir eru búin að vera tjaldaðir þar í hvað? 3 vikur, ekki satt? Jú, Það er vinnu boltan, vel gert hjá honum. En já, 3 vikur, ekki satt? Þeir eru búin að vera cirka 3 vikur hérna í grunnbrúðum neðra Breiðholts. Já, það er að sjálfsögja á Ísland bílastæðinu í Arnarbakkanum sem að grunnbúðunir eru staðsettar fyrir fólk sem vill koma hérna upp í þessar hæð. Þetta er ótrúlega hæð hérna. Þetta er vissulega ótrúlega hæð. Og já, kannski verðt að minnast á það að Gróttumenn, þeir geta ekki farið bara beint heim til sín eftir þennan leik. Þeir þurfa auðvitað að tjalda aftur í grunnbúðunum til þess að venjast aftur því að fara aftur niður úr þessari hæð. Sjáum Ómar Só með góðan bolta, Róbert Hauks nær honum ekki. En já, það þarf auðvitað aðlaga líka sinni, ekki bara að koma upp í þessari hæð, heldur að fara niður úr henni líka. Já, það er að gera það líka. Af sjálfsögðu. Ok. Þú ert ekki 4 vikur að fara upp á Everest en 30 mínútur að fara niður, kallinn minn. Það tekur nokkra vikur líka að fara niður. Ég læti bara sækja mig þegar ég fer að vera, sko. Gjör svona örkumla á líkama og sál. Já. Kemur björgunarsveitin. Björgunarsveit Jóhanns. Já. Gróttumenn spila sín á milli í vörðsinni. Eins og við höfum séð hér áður. Einhvern vinna boltan, Andi sterkur. Gróttumenn vel gert hjá þeim, þeir koma keyrandi. Já, þetta er glæsað hjá þeim, sko. Alveg magna hvað er að gera það vel. Gróttumenn búin að hafa svolítið völdin hér undanfarnar mínútur eftir að Leiknir réði gjörsamlega Bara með eitthvað kaðlana fyrstu mínúturnar, sko. Það má segja það. En svo hafa þeir losnað kaðlana. Jú. Við höfum auðvitað séð þessa leikmenn í þeim liðum sem koma úr sjávarplássum landsins. Þeir eiga það til sérstaklega að fá blóðuna sér í þessari miklu hæð. Já. Og það auðvitað við Breiðhyltingar vitum það að vatn það síður á lægra hitastígi hér heldur en á Seltjarnarnesi. Jú, það er bara einföld efnafræði, Viktor boltan. Efnafræði 101. Já, efnafræði 0 áfangi. Viktor með markspinnuna. Við höfum séð það undanfarið að leikmenn hafa verið að spila svolítið niður með jörðinni í öfnum leik aftur á Viktor. Þeir eru búin að láta það eiga sig hér í dag. Hefur skapast hætta við það? Já, þetta er bara bolt sem við leikspili spila. Vissulega. Og það hefur verið að skila sér í undanfarið 5 leikjum. Vissulega. 6 af síðustu 7. Það er rosalegt.
er svolítið rólegt yfir þessu leik. Já, gróttumenn Rafa er með boltan í marki gróttumanna. Þetta er bara leikur markmanna. Já, þetta er leikur tveggja markmanna. Þetta var þessi, í öllum markasendum sem var birt fyrir þessa 2 leiki, þá var aðalega talað þessa baráttu á milli Viktors og Rafal. Þeir ætluðu bara að sparka sín á milli. Já, vissulega. Og í innköst. Það er líka best að boltan. Arnar nú með tæpur að ná að bjarga þessu, en tekst ekki. Daði, aftur á Viktor. Þetta er auðvitað það sem ég var að ræða. Svo getur hættan skapast. Og hún hefur gert það hér á Leiknisvelli. Viktor með langan bolta upp völlinn. Og boltinn aftur á Rafal. Sindri lætur Rafal markmann Gróttumann að fíbla sig gjörsamlega upp úr skónum. Sáuð þetta áhorfendur góðir? Þetta var ótrúlegt að sjá. Sindri Björnsson að láta gjörsamlega fíbla sig upp úr skónum. Hann lét brjóta á sér ökklana þarna, elsku kallinn. Pressuleikmann sem hann er. Var auðvitað í pressuliðinu á sjálfmótinu á sínum tíma. Sjá Martur gefur upp Róbert. Róbert tekur skærin sín góðu. Já. Sjáuði Róbert, frábærlega gert hjá honum. Sindri á boltanum. Sindri á Ómar og glæsilega varið hjá Rafal. Hann er svo köttur í markinu. Þvílíkt linka á milli Sindra og Ómar Só. Þetta var ótrúlegt að sjá. Það er eins og þeir tala um tónmál. Það er bara eins og þeir sendi hvort öðrum hugskeytin. En verður að minnast á þessa takta hjá Róbert Kvendal sem bjóð til þetta færi. Þetta var ótrúlegt að sjá. Sindri lætur brjóta ökklana á sér inn í teignum af markmanni Gróttumanna. Róbert sagði, halt á dreiknum mínum, brýtur ökkla upp endlínu. Átmir, hornið. Gróttumenn skalla frá. Broti á honum. Aukaspyrna á stór hættulegum stað. From the edge of the area. Sindri Björnsson að fara að gera sér líklega til gæðar. Nei, hann var fyrsti maður til þess að ganga frá boltanum þarna. Hann sagði bara takk en nei takk. Gerði sér frekar líklegan til þess að taka ekki þessa spyrnu. Árni Elvar, Róbert Kvendal standi við boltanum. Hvar er okkar Daniel? Skotfæri. Finns Mattiasson. Hann er að sjálfsögðu í banni fyrir þessum gullspil. Hann tekur út leikmann. Hann tekur út leikmann hér í dag. Sjáum Róbert. Skrúar hann undir vegginn. Þetta getur farið betur. Góð hugmynd. En mjög frábær hugmynd hjá hann því boltinn getur ekki farið undir markið. Nei, vissulega. Þannig að þetta er mjög góð hugmynd hjá hann. Já. Í raun bara frábær líkindareikningur. Sjá Róbert, hann er að sækja aðra aukaspyrnu. Róbert er að eiga frábæran leik hér í dag. Það veit það alveg allir að boltinn getur ekki undir markið. Það er rétt. Og það vita það líka ekki allir að hver leikur á sitt eigið líf. Eins og þessi leikur hér í dag. Vissulega, og það er þessi leikur. Það er þessi leikur. Róbert stillir þessu upp. Róbert skilur hann fyrir marki. Á fjær. En aftur fyrir endamörk. Þetta rataði hvorki á samherja né mótherja. Fyrir rakleitt aftur fyrir. Rafal Stefán Danielsson, hann stillir upp í markspyrnuna. Tryggsar þarna 2 leiknismenn. Tryggsar þá 2. Kristófer Melsteð með boltan. Fastur bolti fram. Daði nær þessum. Bolti fyrir hendina á leikmanni Gróttu. Leiknismenn fljótir að taka Sindri með boltan. En Sindri kemur boltanum einhvern veginn á ótrúlegan hátt á Róbert Kvendal.
Ég er stundum með svona sé hælaða niður hann sendir í dag. Þetta var ekki fallið tækling hjá Davíð Júlían. Það er alltaf verið vitlaust, það er alltaf sjóð upp úr. Það var á Árni. Ómar Só hleypur inn í tvöna. Í hálsmálið Arnari Þór. Hér er mikill hiti. Er hiti það? Það er hiti á vellinum. Vissulega. Gróttumenn brjálaðir, þeir hetta spjall. Loftinu á vellinum. Sjúkraþjálfari Gróttumanna komin inn á. Sjáum að Gróttumenn eru að reyna að fara svolítið í Ómar Só núna. Þeir voru ekki sáttir með hvernig hann hljóp inn í þöguna af Arnari Þór. Gróttumenn eru náttúrulega með einn snillingan einn á. Halldór Kristján Baldursson. Ég meina góða sögu honum í gamla daga. Bjarn fekk rautt spjald í einhverju æfing eða einhverju rafvirkjamóti og reif rauðarspjaldið af dómarinn og kastaði í jörðinu og hrækti svo hann og labbaði út af. Það er sjúkraþjálfari Gróttumanna. Nei, Halldór Kristján Baldursson hann. Já. Hann er leikmaður eða hann er inn á þar segja. Kannski er hann ekkert inn á. Nei. Ja. Og hann er ekki... Nei. Er hann inn á það? Nei, hann er ekki inn á. Nú. Er hann kannski í bekknum? Nei, hann er ekki á. Jæja, tegum þess að sögum þetta bara tilbaka þá. Hann kom ekki inn á bekknum. Það er allavega okkar maður hann í Gróttu. Róbert. Hann hefur gert eitthvað. Já. Arnar Þór hjá Gróttu fær gult spjald og Ómar Só og Róbert Kvendal fá voru sig gult spjald. Já, það má þá segja að það hafi ekki verið dæmt gult spjald. Jú, hann kallar Árna Elva til sín núna og gefur honum líka gult spjald þegar Gróttumennir voru búin að minna dómarann á að það var að sjálfsögja Árni sem átti þessa tæklingu. Hann hefur gert eitthvað örugglega í þauðinni sko. Því Ómar Só kom hljóðbjandi inn hérna. Já, myndast það sjálfsögðu mikil þvaga. Rafal, hann ætlar að taka þessu aukaspyrnu Gróttunna. Ok. Það eru sögulínar hérna í Breiðholtinu. Gróttarar eiga aukaspyrnu við miðjulínuna. Rafal gefur hann á Kristófer. Kristófer með háan bolta inn fyrir Gróttumenn. Tæpir að ná þetta bolta. Þetta er stór hættulegur bolti aftur fyrir vörn leiknismanna. En dómarinn var að vísu líka búinn að flagga. Við erum að fá 3 mínútur í uppbót á þessum frábæra leik. Það hlýtur að vera fleiri eftir. Viktor fastan bolta langt yfir völlinn sem Gróttumenn skalla út af í innkast. Enn eitt innkasti hér á leiknisvellinum. Mér sýnst Gróttumenn vilja bara taka leiki. Þeir vilja bara stoppa hann leik. Við erum að sækja svolítið á þessar mínúturnar. Leiknismenn boltinn upp. Góður bolti sem Róbert tók snær og sækir innkast. Hér erum við komin í krönstæmið á fyrri hálfleiknum. Árni Elva með boltann í hendi Gróttumanna. Árni fljótur að taka þetta. Ómar Só inn á teig og glæsilega varið hjá Rafal Stefáni. Sá er búinn að standa vaktina í marki Gróttumanna. Gróttararnir, þeir halda áfram að verjast. Davíð Júlían gefur hann út á Andi og dómari leiksins flautar til leikhlés. Og við verðum með ykkur aftur eftir 15 mínútur slétt.
Verið sæl aftur kæru áhorfendur, liðin eru hér að ganga inn á völlinn. Sjáum Sindra, hann kallar leiknismenn í góðan móralskan hring. Hann er prófur að fagna það í leikliðinu. Hann er svona club captain. Já, hann er svona, þeir eru að sinn tempo. Já, sem hérna Ari Ödberg elskar. Já, það er rétt. Já. Það er rétt. Já. Það er rétt. Sjáum hvernig liðin stilla þessu upp. Það er ennþá varamaður Gróttu inn á völlunum. En hann er nú að ganga út af. Ætlar að vera 12 á 11 það? Það mætti halda það. Já. Hann var kominn inn á það var meðsli fyrir leika. Byrja hann nú. Gróttumenn, þeir byrja með boltan. Og dómarinn flautar þetta til leik. Gróttumenn, þeir kemast strax af stað. Já. Og leiknismenn vel á verði. Sindri Björnsson sá þetta og kallaði til sína liðsfélaga. Þetta sama varðan. Þetta vörn á miðju. Út af þeir væru að fara beinustu leið í gegn. Milli línana. Viktor með langan bolta. Og Robert með hættulegt skot. En framhjá. Ekki svo langt, en þetta var nú ekki rétt framhjá heldur. Ég veist að það sem er Súla hérna í sjónlínu hjá mér. Hann rétt misti að þessu skoti. Það er eins og það er. Já. Gróttumenn sparka boltanum með völlinn. Gróttumenn halda. Þetta er bara leikur tveggja hálfleika. Þetta er leikur tveggja hálfleika, það má segja það. Já. Hvernig erum við að sjá leiknismenn koma út úr hálfleiknum? Já. Hvað erum við svona að sjá? Munu þeir breyta sínu leik eitthvað? Ég held að við bara halda sínu áfram sko, en að nýta hraðan í sói og Sindri lappir. Og þetta er ótrúlega settingar sem Sindri Björnsson þræðir í gegn á Ómar Só. Já. Þeir hafa verið að skila sér hingað til í dag. Þeir hafa verið að skila sér eins og þeir séð í vissulega. Já. En Gróttumenn, hvað erum við svona helst að sjá frá Gróttumönnum hér í dag? Þeir ætla bara að þétta sér saman og hérna, já, öskra áfram Grótta. Já. Ég held að það sé bara þeirra plan í dag sko. Já. Hefur virkað ágætlega? Já, þeir hafa lokað vel. Ætlar Chris Brassell eitthvað að halda áfram að standa fyrir utan bóðvanginn? Já, ég fekk það eira í hálfleika en ætlaði að halda því áfram. Og við fengum það í eirað að hann ætlar að leggja upp með það í seinni hálfleiknum líka. Já. Hann er auðvitað komin alveg upp á endalínu núna, spurning hvort að línuvörður leiksins geti veitt hann tiltal. Já. Þetta er auðvitað bara bannað. Já, Óli Jó var eins og hérna á báðunum. Ég sagði hann að hypja sig inn fyrir báðunginn. Óli Jó var minn maður. Það gleymist. Já. Ósi með langan bolt að sjá Ómar Só. Hann keyrir á eftir þessu og tekur frábærleg móttaka. En skotið langt framhjá. Hann er reytur út sjálf sig þarna. Þetta var, vægast sagt ömurlegt skot. Já. En frábær sending frá Ósvaldi. Já, það verður að vanda þetta betur. Næst þegar hann skýtur. Þetta er ekki hægt. Já. Veistu hvað? Hann fær mikið af færum. Hann veður gjörsamlega í færum. En enda er hann markaðasti leikmaður leiknis. Já. Hann hættur í dreigð Arnars. Patrik.
PPT. Valtýr kemur... Patrí. Arnar Daniel aftur á markmann sem kemur með langan bolta upp völlinn. Já, hvað er það? Rafal. Búinn að vinna heldur betur fyrir launum sínum í dag. Já, hann var eiga það, búinn að vera frábær í markinu. Já. Og hér eru Gróttumenn með skotið, en Viktor vel á verði. Gerði sitt. Já. Þetta var engin sjónvarpsvarsla, en hún virkaði. Þið viljum ekki að sjá það, sko. Nei. Sindri Björns, sjáu þessa sendingu hérna. Hann er alltaf í boltanum. Ótrúlega eindaka leikmanni. Já, við fengum hann bara hér í Breiðholti. Já, bara há. Ómar svo tæpur að koma boltan þannig inn fyrir Róbert. En Gróttumenn enn og aftur að missa boltan við miðjuna. Ósi menn. Ef þú ættir að líka leikstíl Ósals við einhvern leikmann, hver svona kemur fyrst upp í hugan? Alveg fyrst. Já, sjáum Ómar svo dansa með boltan við teginn. Tæpur. Það er bara einn leikmaður. Hann var ítalskur meistari í vor. Framherji Napoli. Það er Viktor Osimhen. Já, þú líkir Ósaldi Jarli við Viktor Osimhen. Já. Þessi tvö skrimsli sem þeir eru. Það er ekki leiðum að líkjast í leikstíl þeirra. Já. Leiðum að líkjast í leikstíl þeirra. Já. Þeir allavega með... Rafal með öllspilna. En Viktor vel á verði, grípur þennan skalla. Þetta er ekki Viktor Osimhen. Nei, þetta er ekki Viktor Osimhen. Mögulega að Viktor Osimhen sé eitthvað svona blanda af Viktori Frey markmanni og Ósaldi Jarl Raustasinni vinstri bakverði leiknis. Svo segja þeir. Ef við ættum að líka Sindra Björns við eitthvað leikmann, hver svona poppa fyrst upp í hugan? Abramahat. Nei. Hver eru? Já. Hvaða leikmaður? Ég myndi halda að þetta væri eitthvað svona blanda af Patrick Vieira og Andrés Iniesta. Með smá Messi inn í þessu. Getur það ekki verið? Það er hérna íslenski Pepe. Sjáum, Gróttumenn, þeir eru að sækja hotspinnu. Pepe, portugalski? Já, portugalski íslenski Pepe hérna. Já. Japp. Eitthvað svona, já, blanda af Patrick Vieira, Paul Scholes, Andrés Iniesta og Pepe. Já, Savi, já. Modric, hann eru auðvitað með þessar utanfótar sendingar. Gróttumenn með hotnið. Viktor tæpur rétt framhjá. Þeir eru svona sækja okkur Gróttumenn í dag. Gróttumenn, já, byrja þennan hálfleik mun betur heldur en leiknismenn. Já, þeir með bara gefa þeim það. Bara koma sprækir inn í setjuleikin. Það er rétt. Sjáum Davíð Júlían. Glæsilega gert hjá honum. Og Árni með boltan. Hann skeiðar upp völlinn eins og Patrick Vieira sjálfur. Ómar Só. Út á Róbert Hörs. Hvað ætlar Róbert að gera? Boltan á Sindra Björns. Sjáum hvað Sindri Björns gerir. Sindri Björns fíblar 2 og gefur á Árna. Davíð. Og Daða. Og Róbert en ekki búið. Róbert með boltan fyrir. Sindri Björns skallan. Þetta er það sem hann gerir svo vel. Já. Hann getur skotið á hægri, vinstri og skalla. Hann getur gjörð svona sparkað með þessu. Hann er einn af þeim. Enda rakaði hann af sér hárið til þess að eiga auðvaldar með að sparka með hausnum. Það kemur öðru viðinn að verða hára á kollunum. Sjá, Sindri, hann er bara eins og hann sé fremsti maður hér. Gróttumenn. Gróttararnir, þeir keyra upp. Patrik orðið með boltan. Gefur hann á Arnar Daniel. Já, það er ég. Sjáum þetta að hafsendinn Arnar Þór, hann er fremsti maður hjá Gróttu. En Gróttumenn missa boltan. Ómar Só, hann er sloppinn í gegn. Hann kominn í gegn, en hann missir boltan. Frábær vörn hjá Gróttumenn. Já, ég gefum það.
Ómar Só kominn einn á móti Melki. Hún fýbla markmanninn en nær ekki valdi á boltanum. Tæft stóða. Já, hann vill helst bara gera þetta á 90+5, það ekki? Jú, hann góð þá. Enda eru þá, sérstaklega hér heima, andstæðingar Leiknis, gjörsamlega búnir á líkama og sál. Sérstaklega þessi lið sem að koma úr sjávarþorpum. Síðasta kortið. Já. Það hefur ekki verið sjón að sjá gestina hér í Breiðholti á síðasta korterinu undanfarið. Sjáum hornið. Þetta langt horn á fjær. Má segja á fjær. Og bolti fyrir Andi með skallan rétt yfir. Ég sá ekki hvort hann fór í slána eða í aftur slána. Einhver samskeiti. En jú, það vissulega rétt hjá þér. Andstæðingar Leiknis, þeir hafa verið alveg úrkeyrðir á síðustu 15 mínútunum. Ægismenn, Þróttararnir, Þórsarnir. Enda búnir að eiga einhver undirbúningstímabili í grunnbúðunum í Arnarbakkanum til þess að koma hér upp í þessa hæð. Má vissulega benda á það að leikmaður Gróttu nr. 2, þeirra fremsti maður, Arnar Þór, hann auðvitað í mun meiri hæð en aðrir. Ætli það sé 9,3 á hæð það? Það er sem metrar. Já, Leiknismenn með boltann. Og Leiknismenn vinna boltann aftur. Gróttumenn eru ekki að hanga á boltann þessa stundina. Þetta svolítið rólegt yfir þessum bara núna. Sjáum Arnór, hann keyrir upp og gefur hann á Ósvald. Ósvald, hann heldur auðvitað með Arsenal eins og við höfum komið inn á hér áður. Ómar með boltann, frábær bolti á Róbert og Róbert með skotið, en Gróttumenn komast fyrir þetta. Boltinn skoppar í hendi Andi, ekkert dæmt. Þetta furðulegt hjá dómaranum að dæma ekki þetta, sem boltinn skoppar upp í hönd Andi Hóti, augljóslega. En áframleikin, Róbert með skot sem fer hátt yfir. Rafal stillir upp í enn eina markspyrnuna hér í þessum leik. Já, Leiknismenn hafa ekki verið að finna markið beint, en þetta kemur að því. Vaktil orða tekið. Já. Leiknismenn farið að spila ansi hátt upp á vellinum. En Gróttumenn í counter. Gróttumenn í counter, það rétt. Halda boltanum. En ekki góð sending. Arnór nær þessum bolta. Og Ómar ekki vakandi. Kemur röltandi úr rangstöðunni. Röngustöðunni? Já, úr röngustu stöðunni. Já. Má sjáum aftur. Sindri Björnsson, hann bara fremsti maður hjá Leikni. Já. Spurning hvort að honum hafi verið stillt upp að spila í falskri níu, hvort að hann sé eitthvað svona falskasta nían hér. Svo kvöldu. Hann virðist, vera falskasta nían hér inn á vellinum. Ég að reyna að trikka Gróttumenn eitthvað. Þetta ákveðið sálrænt stríð sem við erum að fylgja með hér. Mér sýnst þér samt að við erum búin að lesa þetta svolítið, en? Það er erfitt að lesa Sindra Björnsson. Við verðum að taka það inn í myndina. Hann ekki að spila þennan leik eða nokkuð knattspyrnuleik í sömu vídd og aðrir. Hann auðvitað í þeirri fjórðu vídd. Við sjáum Róbert Hauks. Hann að fara að stíðin og teginn til skæri, gefur fyrir og engin Leiknismaður þar. Gróttumenn skalla en boltinn ennþá inn í teg Gróttumanna.
Gróttararnir. Boltinn upp. Já, Það er vel verði. Vel Vel gert hjá Daða. Það er Gróttumenn líka. Og Chris Brassell, hann er aftur komin út á báðvagnum. Sjá hann Sindri yfirvegaður á boltanum. Má auðvitað minnast á það að Gróttumenn komandi úr litlu sjávarþorpi Seltjarnarnesi telur auðvitað bara 4.000 rúmlega íbúa, ekki nema. Það eru fleiri íbúar í Múlaþingi fyrir austan. Svo Seltjarnarnesi er ekki stærra en það. En vissulega gott sjávarpláss. Mættu vera með betri bryggju. Þeir eru með vita. Þeir eru með frábæran vita. Þú starfaðir þar í 35 ára, það ekki? Jú, ég starfaði þar, var vitavörður í 35 ár. Já, þú kallaði þessu kallan gamlinskólinn, það ekki? Vissulega. Já. Ekki nema bara 29 ára. Gróttumenn, góður bolti fyrir Arnar tæpur að koma þessum á markið. Þetta var hættuleg sókn hjá Gróttumennum. Allt annað að sjá það núna heldur en í byrjun seinni hálfleiks. Þetta var bara vel gert að þeim. Við sáum þetta ekki fyrir. Við sáum þetta ekki fyrir. Þetta var, við vissulega samt vorum með það í einni sviðsmyndinni að Arnar Þór myndi byrja sem fremsti maður hjá Gróttu. Þó að hann sé hafsend, en við, eins og við segjum, erum svolítið langt komnir í fræðunum og sáum þetta einfallega fyrir. Var búinn að senda minnismiða út á allan bæ varðandi þetta, en það var ekki við þeim tekið. Hins vegar, sjáum Viktor, hann sparkar boltanum fram, Gróttumenn skalla í burtu, en þeir ná ekki að halda valda boltanum. Þeir eru búin að vera svolítið að missa boltan á miðjum vellinum. Ósi. Góðan bolta á Ómar. Ómar tekur vel á móti með boltanum á Róbert Haus. Róbert í stöngina! Rafal tæpur að missa boltan þarna fram hjá sér en fær hann í bakið úr stönginni. Inn vill boltin ekki fara. Tækt stóða Leiknismenn búnir að skjóta í slá. Leiknismenn búnir að skjóta í stöngina. Þríverki allar eru fyrir okkur í dag. Þeir eru Nú, 3-0 sigur hérna. Gróttumenn eru heppnir hér að fá ekki á sig mark. Ég er ekki beint heppni, bara sjálfsagt. Leiknismenn með hornið. Á fjær en Rafal búinn að standast frábærlega í markinu og grípa þennan. Sá er búinn að eiga leik. Já, stórleik hérna. Hann er að eiga stórleik hér. Virðist láta þennan hæðarmun á Breiðholtinu og Seltjarnarnesinu ekki á sig fá. Það mætti halda hann búið hérna. Það mætti segja að við höfum ekki séð þetta áður. Leikmann sem á svona auðvelt með að koma úr sjávarplássi, spila við þessar aðstæður. Svona vel. Daði gefur á Andi. Ómar út á Arnór. Arnór með boltan. Róbert fíblar á upp úr skónum, fíblar þá 2 upp úr skónum, kemur boltanum fyrir Ómari þar, en Ómar er að skalla hann yfir og framhjá. Góð sókn, frábær sending, Gróttumenn skiptingu, nákvæmur leikmaður númer 29 Grímur Ingi og Axel Sigurðarsson og leikmaður númer 11 sem er ekki á skýrslu. Út af Tómas Jóhannesson fyrir Axel Sigurðarsson.
Út af leikmaður nummer 14, Arnþór Páll, inn á kemur leikmaður nummer 11 sem ekki á skýrslu og út af fer Hilmar Andrew McShane fyrir Grím Inga Jakobsson. Og þeir eru heppnir sem að koma inn á að fá að spila hér undir æsafellinu. Þetta eru stór aðstæður til að spila knattspyrnu við, þess að yfka knattspyrnu við. Róbert Hauks skilur hann eftir fyrir Róbert. Róbert með skotið. Róbert að skora! Sjáu þetta mark, frábært skotið á Róberti! Hann skrúar boltan á nærstöng fyrir utan teik. Sá búinn að eiga góðan leik. Við erum búin að hrósa Rafal, markmanni Gróttu vel. En Róbert hefur að fá gott hrós. Þetta svo auðvelt fyrir hann. Já, það virtist vera þannig. Hvort var þetta Hauksson eða Kventalinn? Þetta var Róbert Kvental. Maður stórun hjá hana. Hann hér að gefa Gróttumönnum 300.000 króna Japans hnífasett. Frábært markið Róbert Kvental. Leiknir 1, Grótta 0. Er þetta hæðarmismunurinn farin að segja til sín Patrikur? Strax hérna á fyrstu mínútunum fyrir hálfleiks. Já, vissulega. Já, það fer svolítið sín. Það sást líka til leikmann í hálfleik með skúniskur. Fyrir hálfleikum var það erfið fyrir þá. Já, þeir voru nokkri líka sem fengu blóðna sér. Já. Og skipti hjá leikni út á fór nummer 88 Sindri Björnsson og inn á komum nummer 9 Jón Arnjónsson. Látum heyrum Glæsilega gert hjá þarna. Við heyrðum þessar skiptingar sem var verið að gera. Davíð Júlían kemur boltan upp á Júlían. Jónni keyrir inn á teginn. Hann sprækur, nýkominn inn á en sendingin ekki góð. Gróttumenn vel á verði. Gríminga, hann missir boltan en nær honum aftur. Ómar Só nær honum frá Grími. Kemur honum á Róbert Hauks og Róbert Kvental markaskorarinn aftur með boltan. Sá búinn að eiga leik í dag. Já. Hann elskar þetta. Sjá hérna, missir boltan. Róbert Hauks keyrir en Gróttumenn koma þessu frá. Chris Brasel aftur ekki inn í boðvangnum. Arnar kemur boltanum upp en Ósi vel verði og nær þessu. Leiknismenn róa leikinn. Davíð Júlían teygir á kálfunum. Heyrum Chris Brasel kallinn á völlinn að það eru tvær hliðar. Fremri hliðin og miðjuhliðin. Ósvald. Kemur boltanum á Ómar Só. Pressaði hann í baki. Ekkert dæmt. Sjáum Axel kemur boltanum áfram og Gróttum með gott skot. Viktor vel á verði, ver þennan bolta vel. Laglega gert hjá Viktori. Nú kemur Jón Hrafn. Gróttumenn ósáttir með að fá á sig aukaspyrnu hér. Ég skal ekki segja. Það fer svolítið að hægjast á þeim Gróttumönnum núna. Það jú líka dómarinn sem ræður. Dómarinn dæmir leikinn, ekki leikmennirnir. Það vill oft gleymast. Það vill gleymast. Hann stendur upp við endalínuna. Hann heldur eflaust að punktalínan sem að afmarka bóðvangi þýði að megi fara þar yfir eins og á götum. Að punktalína, það megi taka fram úr þar, en svo ekki. Sjáum Gróttum að skora glæsilegt mark.
upp úr engu Jæja. er Axel varamaðurinn að skora frábært mark hjá þeim. Hann sleppur einn í gegn og Leiknismenn steinskofandi. Já, það er kynnt þarna. Það er svolítið mikið einbyttingleysi. Þannig að ferðinni. En við tökum ekkert að grótumönnum, þetta var frábært mark. Gott ef að hann kloppaði ekki Viktor í markinu. Það kemur fyrir bestu markmenn. Leiknir 1, Grótta 1. Maður með gullhanskana í Premier League hefur líka lent í því. Jújú, kemur fyrir á bestu bæðum, áfram gakk. Við hlutlausir, við fögnum þessu að sjálfsögðu. Já. Leiknismenn byrja með boltan. Nú. Því að það er jú dómarinn sem dæmir. Og við erum bara að sjá það hér. Það blasir við okkur að þessi leikur, hann á sitt eigið líf. Ha? Það er hárið. Þessi leikur á sitt eigið líf. Þetta er ótrúlegt, sko. Einstakur leikur. Og grótumenn, Róbert er að brjóta af sér. Þetta er pirringsbrot, frekar en eitthvað annað. Þetta er magnað. Já, þetta er magnað. Grótumenn. Auðvitað má hrósa því að þetta er frábær innkoma hjá Axeli. Þetta er bara nýkomin inn á. Sprækur. Gerðu það virkilega vel. Grótumenn komu upp. Já, Þeir eru hættulegir hérna. Það er sem bara stökt alveg skoðum. Hann er komið fram hjá Jonna, en Leiknismenn bæja hættinu frá, eða hvað? Nei, jú, þeir gera það. Það er bara slögt að leysna eftir þeir skoru markið. Já, það má setja það. Sjáum Ósó. Það er aldrei slögt á honum. Sá getur, herðu, hann er að... Þetta er gult spjald. Það er aldrei slögt að hruða við það hann vonast. Nei, og hann veit að vera speed is king. Speed is king. Þetta er nú búinn að vera kaflaskiptur leikur. Já, leikur sem... Það er ekki leik. Má segja það. Það er ekki helming eitthvað meira kannski. Tvekki helmingur. Framhelmingur og miðjuhelmingur. Já. Sjáum hér, Kristbjörn segja, hann er kominn inn í boðvanginn. Við höfum ekki séð þetta oft hér í kvöld. Árni Elvar stillir upp í aukaspyrnu. Góð bolti fyrir. Og Leiknismenn er að skora! Arnór er að skalla boltaninn eftir frábæra aukaspyrnu Árni Elvars. Aukaspyrnu Árni. Hann vill láta kalla sig það. Hann getur teiknað hann á tíkall og hann er að skrifa þennan bolta á ennið á Arnóri sem að skalla hann inn. Frábærlega gert hjá Árna og hjá Arnóri. Leiknir 2. Grótta 1. Og það var leikur númer 23, Arnór Ingi Kristinsson. Og já, Leiknismenn eru komnir yfir undir æsufellinu. Þeir kunna eitthvað, það kunna þetta. Teikna bolta á ennið á Arnóri. Þeir eru búin að æfa þetta í vikunni. Á æfingasvæðinu hérna. Fyrir undir æsufellinu. Sjáum Davíð Júlían, þeir eru á boltanum leið og Gróttmenn byrja með á miðunni. Jonni kemur boltanum tilbaka á fyrirliðan sinn, Daða. Leiknismenn koma boltanum við, en Gróttar er að skalla hann í innkast. Og við sendum að sjálfsögðu hlýjar kveðjur yfir hafið til Bandaríkjanna. Þar sem Hjalti Sigurðsson er nýfarinn til Bandaríkjanna. Iðkar þar knattspyrnu og fetar í fótspor Sindra Björnssonar sem gerði garðinn frægan þar einnig. Það er bara Engs Haldursson. Rétt. Já. Ég vil líka senda hlýja kveðjur niður að sjá hann þorpinu það. Að sjálfsögðu.
Róbert ætlar að taka þetta innkast. Sjáum Leiknismenn, þeir eru að gera skiptingu. Já. Binni Hlö. Já, það er verið að skrifa sögulínu hérna. Já, og það er verið að þjappa í vörn, Já. þétta línur. Róbert, annað innkast. Og leikmaður Leiknis liggur eftir smá samstöðu, en þar stendur yfir honum Róbert Kvendal sem er að gera sér tilbúin til þess að taka þriðja innkasti hér í röð. Það er greinilegt að Gróttumenn eru svolítið að spila upp á þetta, að gefa Leiknismönnum innkast. Já. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem það gerir sem Leiknisvelli. Þetta er nefnilega ekki í fyrsta skipti. Lið sé að spila upp á innkasti. Sjáum Gróttumenn, þeir eru að keyra vel upp núna. Hann er komin í gegn. Hvað gerir hann? Andi Hóti nær að tækla fyrir þetta. Nei, hann fór ekki í boltann og Leiknismenn eiga markspyrnu. Ég gat bara ekki betur séð en að hann hefði náð að verjast þessu. Pressan var bara mikil frá Andi. Jú, pressan var mikil. Hann notar FKN orðið. Hann er svolítið mikið að nota það í dag, en Leiknismenn með markspyrnuna. Boltinn skoppar hér tvisvar ára Jón Hrafn nær honum og Leiknismenn eru að gefa frá sér innkastið. Gróttumenn, þeir taka það. Hættulega að spila hér Grótturum. En Leiknismenn á boltanum, Daði, hann gerir þetta klaufalega og rífur svo niður leikmann Gróttu. Þetta var klaufalegt en skemmtilegt. Hann potar boltanum með vinstri áður en hann ætlar að þruma honum með hægri. Þetta gerist á bestu bæðum, eða ekki Patrikur? Þetta gerist á bestu bæðum. Já, tæknin eitthvað stríðunum. Við látum þetta ekkert á okkur fá. Nei, ekki það. Nei. Hann er auðvitað fyrirliði Leiknis. Fætur hann eitthvað stríðunum? Já. Það er eitthvað, ekki að smetla hann heilanum. Sjáum Arnór Daniel gefur hann upp í hornið. Árni Elvar þar sterkur og vinnur þetta. Já. Og Róbert Hauks, þeir skella hér fast saman tveir. Þetta var ekki gott að sjá. Þetta var ekki gott að sjá. Leiknismenn, þeir heimta eitthvað á þetta. Leiknismenn eru brjálaðir. Þeir liggja hér tveir eftir, skella saman. Þetta var ljótt að sjá. Maður bara vonar að ekki hafi farið illa þarna. Þetta var... En kannski ekki við neitt að sakast samt. Þetta virtist nú ekkert endilega hafa verið viljaverk af hvorugri hálfu. Sjáum að Sindri Björns, hann er auðvitað farin út af og við erum að taka eftir því að pítsendill Dominos er að koma með sendingu á bekkinn til hans. Hann hefur pantað 2 tilboð í heimsendingu á bekkinn. Hann gerði þetta fyrir leik. Hann gerði þetta fyrir, sagði að fylgjast með textlýsingunni hjá fótbolta.net eftir því hvenær hann færi út af og þeir skildu þá gjöra svo vel að koma leið með 2 tilboð til sín. Og brauðstangir. Og brauðstangir. Spicy Cajun brauðstangir á sjálfsögðu. Hún líður best með 2 tilboð í hendi á bekknum. Og veistu hvernig pítsur þetta eru sem hann er með?
Þetta er ekki margarita og hvítabrauð. Keto margarita? Já. Ó nei, mér sýnist þessi pizza, Þetta er þykkbóna. mér sýnist þær báðar vera þykkbóna, drakklanar, gjörnlega. Áleggjum. Extra sósa. Og barbecue topping. Já. Þær eru, ég sé það hér sem ég set að þessar tvær pítsur Svo eru gjörsamlega drekklaðnar. Hann er með hvítt glass og með þessum. Og dómarakast, Gróttumenn með boltan. Hvað er við? Leikmenn ósattir með að fá ekki boltan þar sem að við vorum með boltan þegar dómarinn flautar af. En Gróttumenn, þeir halda honum eða fá hann. Fastur bolti fyrir frá Gróttumönnum. Þeir taka á mótunum inn í teig. Glæsilega snúið. Frábærlega aðeins hjá Viktori. Þetta var vel gert hjá Gróttumönnum en betur gert hjá Viktori sem varði þetta glæsilega. Las þetta fyrir. Gróttarar, þeir fá innkast. Það er svo Viktor sé bara með kaffi og síkóðan í markinu. Þetta er svo auðvöld fyrir hann. Eftir að hann fekk á sig markið, það er rétt. Hörðu, fastur skalli. En Viktor vel á verði, grípur þennan. Leiknismenn Binni Hlöð, kemur honum á Arnór, markaskoraran. Sem reynir að koma honum þarna á Robert Huggs, en það gengur ekki upp. Arnór er að missa Axel, markaskorara á Gróttu, framfyrir sig og Binni Hlöð er að kloppa Axel upp í endalínu. Þetta er ótrúlegt að sjá. Þetta er tæknitröll. Það verður bara að segjast. Binni Hlöð. Búinn að æfa þetta í vikunni. Þetta var, já, það mátti sjá það. Þetta var beint af æfingarsvæðinu. Þessi kloppi. Svo hlægir bara hennar hliðan okkur. Viktor kemur boltanum upp, en Gróttumenn er að ná að halda þessu inn á. Vel gert hjá þeim. Þeir halda boltanum. Patgóri einfallega bara stærri og sterkari en Jón Hrafn þarna í þessari skallaðinvigi. Róthaug kemur sem bolta út fyrir í enn eitt innkasti í þessum leik. Við erum að fá enn eitt innkasti, Patti. Þetta er sögumir. Það er bara svo, þeir séu að spila upp á einhverstinn. Og þetta eru allt eftir einn sviðsmynd sem við vorum búin að setja upp. Ákveðin DGS sem við vorum búin að stilla upp. Leiknismenn hreinsa frá. Grótta er að leggja á leiknismennu núna en fá dæmda á sig rangstöðu. Þeir eru ósáttir en ég skal ekki segja. Minni á að staðan í útsendingunni er ekki rétt. Staðan er 2-1 fyrir Leikni. Þeir sem voru að koma að skjánum akkurat núna. Binni Hlöð er að brjóta af sér og fá gult spjald hér. Opp. Hann var vissulega að stoppa stokku. Ekki fólskulegt brot en reynslubrot. Þetta er eitt af þessum reynslubrotum. Þetta er ekki hans fyrsta brot. Ekki hans fyrsta brot, það er hárrétt. Ég er nú að hérna. Sér Rafal, hann er fara að taka þessu aukaspyrnu. Kemur boltan inn á teginn. Leiknismenn skalla frá. Robert Quental lætur fíbla sig, fast skot. En leiknismenn vel á því. Viktor keyrir út. Kýlir hann á Gróttumann. Grótta með boltan skotið en leiknismenn eru fyrir þessum bolta. Grótta heldur áfram sókninni.
góðu bolti fyrir. Gróttan er gjörsamlega að keyra leiknismenn hér í kaf á undanförnum mínútum. Þetta var hauðlegt brot á Ósa. Vilja Gróttumenn fá eitthvað? Ósi er að fara í bókina. Þetta var klaufalegt brot hjá honum. Það er aðeins sýndist með takkan á undan. Þetta var áttunda spjaldið spjaldið þessum leik. Við leiknir er komið 5. Og voru náttúrulega 3 þann á hann á sömu sekundunni. Í hérna í beit. Já. Þeir ætla að taka tími í það. Ég er að fá það hér í eyrað að Sindri Björnsson, hann er búinn með þetta tvennutilboð sem fékk sent fyrir einungis 8 mínútum síðan. Það er búið og hann gaf ekki með sér þó að liðsfélagar hans hafi beðið það að fá kannski eina snið. Hann sagði bara einfaldlega að það kæmi ekki til greina. Hann væri svangur. Ótrúlegu leikur hérna sem það er að eiga sér stað í Evrópudeildinni. Og við sjáum nýjasta leikmann Leiknis, Valgeir Árna, að gefa sér tilbúin til að koma inn á. Hann er tilbúin til að koma inn á og stendur fyrir utan báðvanginn. Grótta með boltan, ekki góð spyrna, Árni hreinsa frá, en þeir gera eitthvað úr þessu, en boltinn aftur fyrir Gróttumenn með hornspyrnu. Valgeir Árni stendur við hliðarlínuna, tilbúin til að koma inn á. Krispa stendur einnig við hliðarlínuna, spurning hvort að hann sé tilbúin til þess að koma inn á. Ekki klæddur í Gróttubúning samt, en hann er að vísu búinn að standa þarna allan leikinn. Gróttumenn. Horn. Góður bolti. Hættulegu bolti. En Árni Elvar, enn og aftur er hann verði. Já, enn og aftur er hann hreint frá horn eða byrgjur. Sá er búinn að vera góður í dag. Það hefur elskað boltan í dag. Það er svo boltan sóiðan. Það er ótrúlegt. Það er hárrétt. Og við erum hér að nálgast síðustu mínútu leiksins. Og Valgeir kemur inn á fyrir Róbert Hauks. Það við ætlum að halda áfram að þétta varnir. Langt innkast, Ómar Só er að skalla þetta frá. Og Jón Hrafn hreinsar vel, bæjar hættunni frá. Náttúrulega æfði NFL þegar hann var yngri. Já, það er svoleiðis. Þetta eru gögn. Þetta er alveg gögn. Þetta eru gögn. Hann var í New York, ég man ekki, hann var að spila fyrir New York. Yngri í flókum. Jón Róbert. Og hann er ekki að fá aukaspyrnu. Dómarinn dæmir. Andi hreinsar þetta frá. Gróttumenn, nú keyra þeir upp. Þeir eru margirinn á teig. Og Gróttumenn eru að heimta að fá vítaspyrnu hér. Segja að það hafi verið tosað í treyju. Það er verið að tosa í treyju Arnars sem að kasta hann Andi frá sér. Við verðum að fara í var. Það er öllum bröðum beitt hér á lokamínútum leiksins. En ekki með von, búinn að vera mikill hiti í þessum leik. Hiti inn á vellinum og í loftinu. Og á klúbnum. Eftir leik. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Nice. Viktor með markspyrnuna.
Langur bolti. Og Ósi skallar á Daða. Fyrir mig leiki í teskið. Við erum með hennar leik í beinni útsendingu á YouTube. Já, alveg. Og Arnar skallar en ekkert verður úr þessu. Viktor Hansson boltan. Leiknismenn eru... Og enn og aftur markmaður með langan bolta fram. Er það bara sigur sem leiknismenn? Þeir virðast vera að gera það. 6 in a row. Þetta er enn einn sigurleikurinn sem að ég lýsi. Já. Ef þetta endar svona þarf ég að. Róbert er sér tilbúið til að taka þetta innkast. Róbert kemst hann í gegn á 2, hann er búinn að eiga góðan leik. Og Arnar lengir þennan bolta en Andi er með hann. Leiknismenn reyna að róa leikinn. Fastu bolti fram. Gróttararnir. Fastu bolti upp í horn. En Hrafn duglegur sparkar þessu fram. Og Daði á Ómar Só. En Gróttarmenn komast inn í þetta. Þeir gera upp. Patrik með boltan fyrir. Og Arnar er að skjóta boltan og rétt framhjá. Tæft var það. Það er horn. Það er að gera þetta. Gróttumenn eru að fá horn hér á loka augnablikum leiksins. Hvað gerist hérna? Arnar númið sem tekur það. Fastu bolti fyrir. Og Viktor grípur þennan vel. Arnar var vel í þessu, en Viktor greip þennan. Hversu margar mínútur er bætt við? Það er 6 mínútum bætt við þennan leik. Við erum að fá það bil 4-5 mínútur í viðbót af þessum leik sem er frábært. Það eru góða fréttir fyrir okkur. Jú, fáum vera hérna í 6 mínútur viðbót. Enda er þetta búin að vera fjörugur leikur. Já, svona nú veitir. Þetta er búin að vera ansi fjörugur leikur. Og ég minni á að staðan er 2-1, stigatablan í útlendingu lengjadeild er ekki rétt, það vantar inn 1 mark. Staðan er 2-1 fyrir Leikni. Og Jón Hrafn dansar með boltan. Og Leiknismenn eru að fá innkast. Vel gert hjá þeim. Virkilega vel gert að sækja það innkast hérna. Já, það var sterkt. Á þessari mínútu. Ósvald á Valgeir. Hvað getur Valgeir gert? Hann er að sækja innkast. Vel gert á honum. Leiknismenn vilja eflaust reyna að halda boltan þannig upp í horninu eins lengi og þau geta. Þeir vilja bara múra þarna fyrir. Boltinn á Ómar Só inn á teig. Ómar Só dansa með hann, kemur hann á Valgeir. Hvað ætlar Valgeir að gera? Jú. Kemur með boltan tilbaka á Arnór. Arnór, hann er auðvitað búinn að skora 1 mark í dag, vill örugglega skora annað. Missi boltan, Gróttumenn með hann. Vilja eflaust keyra hratt upp. Þó það sé nóg eftir þessu leik. Finnir Hlöð, skallar hann frá. Leikur renn út í sandinn. Langur bolti fram. Nei. Leiknismenn hreinsa. Ómar Só Óknarnir. og Arnar Daniel krafti. er að takast á allan leikinn. Ómar Só brýtur af sér. Gróttumenn taka þetta strax. Þeir eru ekki lengi að taka þetta núna. Það gleymist að Ómar Só
var í NFL. Það er rétt. Þeir vita það ekki gróttumenn. Þeir ekki glíma við eitthvað unglamb. Þeir eru ekki að því. Auðvitað með markahæstu leikmannum í deildinni. Jú. Við fengum þennan leikmann bara. Leiknismenn? Já. Þeir fengu hann bara? Nú aftur á að staðan er 2-1 fyrir þá sem að detta hér inn í útsendinguna núna. Viktor með langan bolta fram. Valgeir kemst ekki í þetta. Gróttumenn skalla. Hálótta bolti hér þessar sekundur. Ómar Só er að fá boltan inn fyrir. En hann nær ekki að fíbla varnarmenn. Nær honum aftur. En boltin í innkast. Innkast góða. Innkast í góða. Þetta er þekkt stef hér á Leiknisvöllunum. Innkast í. Andstæðingar. Þeir eru að reyna að fá andrými hérna. Og að loka mínútum leiksins. Þeir eru að sjálfsögðu. Grótta er lið sem eru úr sjávarþorpi við sjó. Þar er ekki spilað við mikla hæð yfir sjávarmáli og eru að koma hér upp. Leiknisvöllurinn að sjálfsögðu í 93 metra hæð yfir sjávarmáli. Þetta er allt annað. Og Daði er að koma á Valgeir. Valgeir er að klúðra hér. Gróttumenn vel varist hjá þeim. Kristoffer Melst með frábæra tæklingu. En já, að sjálfsögðu, Gróttumenn komandi úr sjávarþorpi. Þeir eru bara vant í að spila svona, já, nálægt sólinni, ef svo má segja. Þetta er auðvitað allt annað og þetta er eitthvað vanalega þegar maður fer upp í þessa hæð þá þarf tíma til að venjast. Þetta er alveg ótrúlega hæð. Við þekkjum það að þú hleypur ekkert upp á Everest bara í einni rennu, sko. Hornin fyrir, Ómar Só nær frákastinu. Ómar Só með skotið en Kristoffer fyrir. Verst vel og kemur boltanum fram. Það er Arnar. Leiknismenn ná valdi á þessu og Arnar bútur á sér. Hér erum við að nálga síðustu sekundur leiksins. Þeir ætla að taka þessi tíma til að taka þessi aukaspyrnu. Þeir ætla að gera það, já. Hver eru við svona að horfa til að sé maður leiksins hér í dag, Patrikur? Pítsasendurinn sem kom í pítsuna. Þú sendir að byrja þig. Já, alltaf maður leiksins fyrir honum. Já, já. Það má segja það. Sem kom hérna með tvennu tilboðum, leið og Sindri settist á bekkinn. Færði honum það. Maður leiksins, það er þetta að segja. Árnelvar er búinn að spræka, sko. Eða Kvendal, Árnelvar er Kvendalinn. Já. Nei, ekki? Ég held að það sé bara hárrétt hjá þér. Já. Róbert Kvendal er eða... Það er engin með skall, nei, aukaspyrnu og... Leiknismenn er að vinna þennan leik 2-1, frábær sigur hjá þeim. Það er erfitt að koma í Breiðholtið. 6 in a row. 6 leikir í röð hjá Leiknismennum. Það er átið í botnið. Þeir eru að styrkja sína stöðu verulega. Frábær framistæða hjá þeim. Já. Gróttumenn, þeir stóðu sig vel. Rafal var frábær í markinu hjá þeim í dag. En Leiknismenn náðu að koma 2 boltu fram hjá honum. Já. Fótboltum. Það er svoleiðis. Minnið auðvitað á það að Sindri Björnsson fékk senda pítsu á varamannabekkin leið og hann kom út af. Og þetta var tvennu tilboð, þetta voru 2 pítsur. Við höfum síðan menn áður sitja með pítsu í fanginu þar sem haldaði einum kassa á lærinu og borðið upp úr kassanum. En ég hef aldrei séð mann með 2 16 tómu pítsur á sikkur lærinu gera þetta svona lista vel. Skellti bara í samloku. Tróðu þessu upp í sig. Þökkum kærlega fyrir áhorfið. 6 sigrar í röð, 18 stig á 8 mögulegum. Leiknir. Það er bara takk. Góðar stundir.